Komið sæl. Aflraunakeppnin Vestfjarðavíkingurinn nú haldin í 28. sinn. Að þessu sinni fer keppnin fram utan Vestfjarða en hefst við gluggan að Vestfjörðum á landi í Búðardal. Þaðan berst leikurinn í Snæfellsbæ og keppninni lýkur svo í Stykkishólmi þar sem segja má að glugginn að Vestfjörðum á sjó sé. En allan tíman í bakgrunni Breiðafjörðurinn og vestfirsku fjöllin. Góða skemmtun. Keppendur Vestfjarðavíkingsins 2020 eru Andri Backmann, 33 ára, fljótur og fimur með í 3. sinn. Ari Gunnarsson, Vestfjarðavíkingur 5 ár í röð og með í 11. sinn. Birgir Guðnarsson, stór og sterkur, með í 5. sinn. Eyþór Ingólfsson Melsteð, gríðarsterkur, betri og betri, 144 kíló. Guðmundur Aðalsteinsson, 32 ára, nýliði, tæplega 190 cm. Hrafnkell Ívarsson, 28 ára, nýliði, 186 cm. Kristján Sindri Níelsson, með í 5. sinn og hefur aldrei verið sterkari. Og 10 kílóum þyngri, Sigfús Forsdal Jarlinn Jákvæður Eyjafirði með í 8. sinn. Stefán Karel Torfason, hæstur keppenda, hefur æft sig og bætt og nálgast 150 kíló. Og Tómas Jóhannsson, sterkur strandamaður, tæp 150 kíló. Keppendur hita upp fyrir fyrstu grein hér í Búðardal. Það hefðbundin réttstöðulyfta. Keppendur velja hvaða 3 þyngdir þeir reyna við. Byrja á 270 kílóum. Þessi fyrsta grein jafnframt Íslandsmót aflraunamanna í réttstöðulyftu. Guðmundur H. Aðalsteinsson nautsterkur húsvíkingur en nýliði í aflraunum. Hann lyftir 270 kílóum glæsilega. Næstur Tómas Jóhannsson, kappi úr Bjarnarfirði á Ströndum. Nái hann 270 hér það persónulegt met. Magnús Ver Magnússon alheimströll hvetur til dáða og þetta persónulegt. Og það bæting, ég vil gott. Hrafnkell Ívarsson 28 ára, nýliði. Hann hér búinn að lyfta 270 og gengur í 300. Það þarf ekki að spyrja þessu, þau fara á sinn stað. Andri Backmann mættur á Víkingi 3. sinn. Það eru 300 kíló á stönginu og fara léttilega upp. Birgir Guðnarsson tekst á við 300 kíló í réttstöðulyftu sem hann hefur lengi stemt á að ná. Upp skulu þessi lóð og þangað fara þau. Ég þyrstur dagsins. Það tókst löng leiðan á þessu. Búið að standa til lengi? Já, svona ár cirka að vinna í þessu. Og klikka oft. Hvort hefur klikkað meira vöðvarnar eða höfuðið? Þetta skiptis. Stundum bæði. En þú ert í fínu standi ykkar? Já, bara nokkuð brattur í dekkstöðlimu. Næsta þyngd 320 kíló og fleiri bætast í hópinn. Eyþór Ingólfsson Melsteð bessi aflraunamaður landsins. Hann hefur unnið stórmót á heimaslóð á Austurlandi og varð annar í Víkingnum í fyrra. Og þetta ekki hindrun fyrir hann. Kristján Sindri Níelsson hefur líklega aldrei verið öflugri. Hann tekur hér 320 kíló og lyftir þeim eins og fyrir lagt. Það sem við að gera hérna í dag einnig. Réttstöðulyfta ekki endilega hönnuð fyrir Stefán Karel Torfason sem 203 cm á hæð. En hann hefur æft mikið og lyftir hér 320 kílóum. Stefán sem sagt sonur Torfa Ólafssonar. Við erum komin í 340 kíló. 3 hafa lyft 320 og Ari Gunnarsson og Sigfús Forsdal eru líka með. Kristján Sindri á þessa tíð að réttstöðulyfta í aflraunakeppni við aðrar aðstæður. Hann har fullt í fangi með þetta, en hér ekki í boði að gefa eftir. Sigfús Forsdal kominn aftur eftir erfið meiðsl undanfarin misseri. 20 kílóum léttari, 340 kíló hafa sjaldan eða aldrei vafist fyrir honum, en nú annar tími, aðrar aðstæður, en hér verður heldur ekki gefið eftir. Fyrir Ara Gunnarsson í Vestfjarðavíkingi síðustu 5 ára 340 kíló og eðlileg byrjun við þessar aðstæður. Eða eigum að segja bara upphitun. Eyþór Ingólfsson Melsteð valdi 350 kíló í lokalyftu, persónulegt met. Hann biður stuðning, horfir á rauðu sokkana, tekur svo á stönginni með afli hins óðatarfs. Þetta þungt, það stoppar ekki. Þegar gengið frá verki, ljúflingurinn mættur á ný. Ari Gunnarsson hefur valið 370 kíló í annarri lyftu og það má ljóst vera að hér nægt sjálfstraust, byggt á köldu raunsæi. Þetta virðist næstum auðvelt. Ari búinn að vinna en hann tekur áskorun og biður 400 kíló. Það sannur drengskapur í þessu klappi Eyþórs. Lyftu þessu nú, drengur. Þetta hrikalegt. Og fer upp hægt og hægt þetta komið. Nei! Munaði svakalega litlu.
Ari sigrar í fyrstu grein og Íslandsmeistari aflurunarmanna í réttstöðulyftu. Eyþór annar, Kristján Sindri og Sigfús Forsdal þriðju. Þetta hefur verið betra hérna á 400. Þú varst nú ekki langt frá því. Nei, svo sem ekki sko. En já, þetta súrt maður. Ég var að stefna að þessu sko. En þetta var nálægt í. En 11. víkingurinn byrjar vel. Þú ætlar náttúrulega að hafa 7. sigurinn í hendi. Já, við stefnum það sjálfsögðu. En það eru margir heldur góðir. Eyþór kemur sterkur núna og Stefán, Karel og þannig að margir mjög hraustir og þannig að þetta verður bara þetta og líka það er búið að fækka greinum þannig að minni svona svigrúm fyrir mistök. En þetta keppnin þar sem að þú ætlar að rugga Ara svolítið? Það er alltaf planið að ég sjá hvernig fer. En þú ert í góðu standi? Já, ég er í flottu standi, algjörlega. Ertu þyngri? Já, ívið, ekkert mikið samt, svona 143, 4. Hlaupaformi? Já, myndi segja það. Ég þurfti að setja smá orku í þetta, meira en í bjóstu, en ég er ánægð með þetta. 3. sæti, mjög gott. Og hvert stefnir kallinn á þessu móti? Bara halda með stöðum og slasa mikið, en 3. sæti annað 3. sæti svona í myndinni. Ég stefnum bara það. Og þú ert með bara sjúkrahúsið með þér? Já, ég tók sumir taka með sér rúllur og bolta og eitthvað til þess að nutta og hita upp. Ég tók nuttara með mér, það er miklu skilvirkara. Þessi kom með mér á sterkasta mann heimsíðu fyrir að veit upp á hár hvað erum að gera. Þannig að það er undanfarið ár 1-2 erum við búin að vera að finna þess fyrir því að ég er orðinn eldri. Endur komin 23 ára núna síðan ég byrjaði að lyfta. En já, endilega. En ég er ekki búin að gefast upp á það. En ég er búin að predika við strákana svo lengi að menn mæta, saman þó ég sé ekki 100%, að ekki fyrir ég að sitja heima. Ari Gunnarsson sigraði með 370 kíló, Eyþór Ingólfsson Melsteð hefur 350, Kristján Sindri og Sigfús 340. Það fer vel á því að hefja Vestfjarðavíkingin í Búðardal, þar sem flestir fara á leiðsinni á Vestfirði eftir vegabætur síðustu ára. Búðardalur er miðpunktur í gjöfulu landbúnaðarhéraði í Dölum. Þar er vaxandi kraftur með nýjum tækifærum. Við horfum bara fram á við. Það er bara það sem að gildir. Eina ástæðan til að horfa aftur tilbaka, það er að horfa á sögun okkar sem að við erum síðan að bara reyna að virkja fyrir framtíðina líka. Landbúnaður er sem fyrr sterkur í Dölum þó hlé hafi orðið stund í ferðaþjónustu. Ein af mögulega einhverjum jákvæðum afleiðingum af þessu COVID-fári að það opnist augu fólks fyrir mikilvægi matvælaframleiðslu á Íslandi. Það skiptir okkur svo mjög miklu máli að vera sjálfbær í matvælaframleiðslu og Dalirnir eru náttúrulega matvælaframleiðslu hérað. Og er ekki gaman hjá Dalastrangnum að vera komin heim í hérað að vinna að þessu? Jú, það er rosalega gaman að vera komin aftur heim. Eftir rúmlega 30 ár víða annar staðar, þá er mjög gaman að vera komin aftur heim og fá að vinna að sinni heimabyggð því að það náttúrulega römmir svo taug, hérna hinga liggja taugarnar. Og svo að hafa hér Vestfjarðavíking, hér er nú gluggi Vestfjarða segja sumir og þú ert nú líka Vestfirðingur það? Jú, ég á mínar ættir mjög sterkt til Vestfjarða eða á norður á Strandi. Það er mjög ánægilegt að fá Vestfjarðavíkingin hingað og við erum líka í mjög miklu samstarfi við Vestfirði. Það er til dæmis núna mjög stórt verkefni sem er að fara í gang og verður í ferðaþjónustu og verður kynnt í haust sem er svo kallar Vestfjarðahringur og Vestfjarðahringurinn hann byrjar hér í Dölum. Við verðum hluti af þeim hring. Önnur grein í Búðardal. Magnús Ver er búinn að semja hér mjög frumlega keppnisgrein, steinatök, sem að eru svona mismunandi. Fyrstu 2 steinarnir eru teknir upp á öxl, þeir eru 108 kíló og 122 kíló. Síðan er farið yfir 130 kíló og það fer upp á hærri bekkin hérna fjær. Og síðasti steininn er rúmlega 170 kíló og hann fer á lægri bekkin. Guðmundur H. Aðalsteinsson byrjar á 108 kílóum. Steinn getur verið þungur eins og blý þegar hann er færður fáinnar tömmur af brjóstvöðva yfir á öxl. Þar stendur oft hnífurinn í gúnni. Þetta tekst bara nokkuð lipurlega hjá Guðmundi með þann fyrsta og þá er bara næsti 122 kíló. Og þetta er upp á hina öxlina og er eiginlega komið, en hann kemur illa við og fer niður og húsvíkingurinn sterki er heldur Mónsvíkin. Það fór einn upp, já. Næstu 2 ár.
þetta ágætt. Við skulum sjá hvort það gerir ykkur aðrir. Hrafnkell Ívarsson piltur af Mölinni úr póstnúmeri 101. Hann heillaðist af kraftamönnum í æsku. Hrafnkell þreifar fyrir sér í þessum vísindum. Þetta ekkert malbygg. Steinninn kominn upp, vel gert. Næsti steinn. Hrafnkell hefur á þessu góðu tök og lyftir. Steinninn fer... Nei, ekki upp, heldur niður og hann lætur gott heita. Ákveðin eldskýring. Flottur fyrsti steinninn. Já, hann fór miklu betur en ég ætti von á. Sko, ég er búinn að vera að keppa svolítið í kraftlyftingum. Þetta miklu skemmtilega. Það er svona, þetta ákveðin stemning, sko, maður úti og það fólk. Og strákarnir sem að keppa með, þetta þéttari hópur. Birgir Guðnason mikill á velli og hefur öðlast drjúga reynslu af mörgum mótum. Hann hreinlega vippar upp fyrsta steininum. Þá næsti fer líka leið upp á öxl og þar með góður. Nú að Birgir rétt á þriðja steini sem hér með kominn á sinn pall 138 kíló. Birgir hafði svolítið fyrir þessum og segir komið gott. Það var flott. Gjána með það? Mjög komið reyðlega óvart bara. Sko, hér kemur þú alveg hreint í þvílíku stuði. Og í þessum algjörlega ógleymanlegu sokkum. Hver sagan á bak við það? Heyrðu, félagi minn sagði ég myndi aldrei detta 300 nema að vera í bleikum sokkum. Þannig að hann kom í gær og gaf mér bleika sokka. Það var allt staðist. Já, og grjótið líka. Já, þetta eru grjótasokkar og deddsokkar og mjög góðir sokkar. Takk Heimir. Andri Backman byrjaði á því að missa fyrsta steinin en tekur hann síðan ákveðnum tökum upp á öxl. En púðrið þar með búið. Stefán Karel Torfason yðar í skinninu að komast í tæri við þessa steina. Hann hefur æft mikið og ætlar sér mikið. Hann þarf að byrja á 2 steinum sem þurfa nú í 2 metra hæð. Sá fyrsti flýgur upp. Og annar gerir það líka 122 kíló. Sjáu þið bara hér. Þá eru tæp 140 kíló sem þurfa á stall og fara þau það hjá þessum stóra manni? Ó já. Nú skal sá 4. upp og upp fer hann en tekur með sér pallinn sem fer á hvolf og nú hefði margur bölvað en Stefán brosir bara og fagnar ofan á steini. Er ekki með eitthvað skilaboð til Magnússonum innan pall? Það er bara að festa þetta aðeins betur við hérna. Þetta er svo létt inn í búðalnum. Þetta glæsilegt. Já, þakka fyrir það. Og myndræn. Já, það er gott, þetta er gott sjónvarpsefni. Við erum að gera það hérna, að gera þetta sem best. Takmarkið í þessu móti? Pallur, enda palli. Ekki þessum sem þú settur hvað? Það er auðveldara að komast upp á hann. Kristján Sindri Níelsson jafn óþolinmóður og Stefán Karel. Þetta getur ekki byrjað nógu snemma. Fyrsti steinninn eftir augnablik, grafkyrr á öxl, annar ekki mikið seinna. Þriðji steinninn 138 kíló og þarf á býsna háan stall. Kristján Sindri tæpum 30 cm lægri en Stefán og þetta ekki auðvelt, en hvellörugt. Fjórði steinn fer lægra en 173 kíló. Kristján reynir að vippa honum upp á fingurgómunum og tekst það. Já, það var ágætt. Ég var svolítið lengi með það síðast en náðu slæmi taki á honum en upp fór hann. Á hugarorkunni held ég? Já, ég held að meira það en eitthvað annað sko. En ég er ánægður með þetta, þetta er mjög gott. Ég held að það taki engin verra að taka á honum. Nei, hugsanlega ekki. Þetta var flottasta takið sko. Alveg klárlega. Sigfús sýnir okkur hvernig á að taka fyrsta steinin, reyndar eftir að hafa kastað fyrst til höndum og mistan. En nú verður haldið áfram og annar steinn kominn á öxl. Kappi ríkur rakleitt í þriðja stein og þar klikkar ekki neitt. Það stóri einn eftir en Sigfús hættir við. Er það ekki bara með aldrinum að hafa ekstra reynslan og skynsemin? Skynsemin? Hvað er það? Þú veist ekki hvað það er? Nei, en þú hættir við hennar síðan. Þú hættir við hennar síðan. Já, þetta var oft dýrt að klúra þarna fyrsta. Það var þreyttur og súrmjúslaus og þannig að það verður bara að hafa það. Eyþór Ingólfsson Melsteð kominn í sína uppáhaldsiðju að taka á steinum og lyfta þeim á tíma. Hann ríkur áfram 108 og svo 122 kíló. Þetta verður varla betur gert, 12 sekúndum með 2.
Næst að setja 138 kíló á stall og þetta í rauntíma. Varið ykkur nú. Ó já. Loks 173 kíló sem standa ekki á nokkurn hátt fyrir þessum kappa þegar á reynir. Þvílíkur tími, rétt tæpa 34 sekúndur 4 steinar. Þetta var flott. Já, þetta var flottur hjá mér. Sáttum við það. Var þetta mjög skipulagt? Nei, það var ekki. Þetta litlu hérna, litlu. Þeir fóru nú samt aldrei skipulagt upp. Já, þetta hefur alltaf legið vel fyrir mig, steinatök. Og nú ertu búin að hita aðeins undir kallinu? Já, sjáum hvað Ari gerir. Vonandi hef ég hann í þessu. Já, Ara Gunnarsinni má hvergi steika hér. Fyrsti steinin aðeins þungur á stað en hér hann kominn á öxl. Og svo næsti steinn. Þetta nú ekki alveg sami hraði. Ari 18 sekúndur með 2. En þetta enn hægt. Ari maður þungra hluta og stórra steina. Þriðji steinn, 138 kíló. Þetta glæsilegt. En nú liðnar 27 sekúndur og næsta vonlaust að ná Eyþóri. Og nú bara að taka þann stóra. Hann þvælist aðeins fyrir, en Ari tekur hann, heildartíminn rúm 51 sekúndar. Ekki fyrstur en flott var það. Já, Eyþór var svakalega hraður. Og ég vissi hann mjög góður í þessu. Og ég hafði áhyggjur fyrir þessa grein. Alla þær æfingar sem ég prófaði þetta. Ég mjög lélegur í þessu. Þannig að með hvað fyrir. En ég bara ánægður á öðru seti. Eyþór sigrar, Ari annar og Kristján Sindri þriðji. Fjórði Stefán Karel, síðan Sigfús og Birgir. Ari og Eyþór eru nú jafnir með 19 stig. Kristján þriðji með 15,5, síðan Sigfús og Stefán Karel. Leifsbúð sannarlega viðburðahús Dalamanna við sjóinn í Búðardal. Vínlandssetur var opnað þar í sumar. Okkar menn skoðaðar hreintmagnaða sýningu. Hún segir frá landafundum feðganna Eiríks rauða og Leifs heppna á Grænlandi og vestur í Ameríku nær 500 árum áður en Kólumbus sigldi vestur. Þarna erum við að segja söguna af landafundum norrænna manna í Grænlandi og Ameríku á mjög svona, hvað við segja, dramatískan hátt. Kjartan Ragnarsson, leikskáld og leikstjóri, hann svona á handritið af þessu og síðan voru fengnir margir listamenn, þekktir listamenn til þess að búa til innsetningar og skúlptúra og þetta er eiginlega meira eins og leikhús heldur en hefðbundið safn, við getum sagt það, upplifun þannig. Þetta segir söguna, þetta í raun og veru saga Eiríks rauða og grænlendingasaga, svona samtvinnaðar og segir af Eiríki rauða, Leifi heppna, Guðríði Þorbjarnardóttir, hún svolítið svona í forgrunni hjá okkur en segir í raun og veru af því að við fundum Ameríku. Þetta alveg heilmikið svona, hvað við segja, kafað ofan í þessa sögu og þetta skemmtilegt að þú upplifir hvað við segja, söguþráðinn, harminn, drápin og svo framvegis. Allt þetta sem tilheyrir góðri Íslendingasögu. Vestfjarðavíkingur 2020 þriðja grein. Við erum komin á Hellissand að Sjóminjasafninu. Hér keppt í því að lyfta lóðum. Þau eru 4, byrjaði á 70 kíló á lóði, síðan 85, 100 og 110. Og þetta náttúrulega gert á tíma, einu sinni hvert lóð. Sigfús Forsdal reynir fyrst við 70 kíló. Keppendur mega taka lóðið upp á öxl með báðum höndum en síðan á að einhenda það upp. Sigfús gerir það, enda vanur maður. Næst eru 85 kíló og þarna munar strax miklu og Sigfús þarf að taka sér tíma. Hann gerir það og upp. En þetta verður að duga í dag. Já, 105 best. Var með vesen í heldur olbúanum, gat ekkert æft þetta fyrir 2 vikum. Þannig að ég var búinn að taka 90 æfingu. Þannig að þetta bara held ég svona innan marka. Stefán Karel kemur næstur. Hann hefur lagt áherslu á að æfa þessa grein í ár enda þarf svo stór maður bæði styrk og tækni til að gera vel í þessu.
70 kílóum fara léttilegu upp, þá eru það 85. Sjáu þið sjálfstraustið í svipnum og upp skalfa og fer og heyriði bara í Magnúsi vel. Stefán Karel ekki hættur, hann steðjar í 100 kílóin sem hann hefur aldrei náð að lyfta. Hvað gerist hér? Jú, uppferða. Ég er ekkert smá sáttur við þetta. Ég er búinn að vera að befast með annar lóði hérna á æfingu og alla náði þar. Hann að taka það og pluss 1 í viðbót. Þetta bara geti ekki verið betra. Er það Snæfellsjökull? Já, þetta er mitt heimasvæði. Bjó hérna Snæfellsnesinu í 5 ár. Þannig að bara að koma heim, það gefur manni smá ekstra. Finnur fyrir jökli? Heldur betur maður. Þetta bara, ef þetta gefur ekki, þá veit ég ekki hvað. Kristján Sindri Níelsson er öflugur í þessari grein enda beinlinnis byggður fyrir hana. Hann fer hratt yfir, 70 kíló uppi og hann dansar í næsta, 85. Og þau kíló svífa líka upp. Kristján Sindri er afar einbeittur og virðist ekki hafa mikið fyrir þessu. 100 kíló lóðið er komið upp á öxl og fer jafn léttilega upp á hinn. Síðasta lóðið er enn ekki farið upp í þessari keppni en það er að breytast núna, sjáu þið bara. Kristján er jafn ákveðinn og fyrr og hann lýkur þrautinni á tæpum 45 sekúndum, tekur afgerandi fórustu. Aðeins 2 eiga nú eftir að reyna sig, Eyþór og Ari. Jú, þetta er fint. Þeir verða sneggri með þetta strákarnir. Þetta er það? Já, bókað. Ég þekki það nú vel. Og nú er staðan aldrei fín hjá þér. Þú ert örugglega 3. ef ég reikna rétt, miðað við að hinir verði ekstra svipur róli. Já, ef hinn 2 verða á undan mér þá er ég samt bókaður 3. Þannig að... En ef þú ert á undan þeim þá mega það fara sig. Þá er það bara, já, það er mjög góð dagur, myndi ég segja. Og þá hefst einvígið. Með sigri í síðustu grein fekk Eyþór réttinn til að vera síðastur. Ari fer mikinn, fyrsta lóð komið á 5 sekúndum. Næst er 85 kíló. Hiklust upp yfir í eina hendi og upp, 11 sekúndur komnar. Það er engin spurning að 100 kíló lóði fara upp, aðeins spurning tíma. Og hér eru 3 lóð uppi, komnar 18 sekúndur, síðasta lóðið 110 kíló. Ari þrífur það upp og alla leið með annarri hendi, 24,45 sekúndur. Gjörðu þið svo vel og takk fyrir. Þetta gekk ágætlega, en skulum muna Eyþór eftir að fara. Og við erum búin að mikið saman undanfari. Og hann er djöðlega góður í þessu. Þannig að vera spennt að sjá hvað hann gerir. En ég sátt mitt og öxlinn hélt, ég er búinn að vera tæpur í henni undanfari og hann ætti að koma á því að hann var að náða klára þetta yfir höfuð. Eyþór Ingólfsson Melsteð leggur af stað. Hann má ekki vera meira en 6 sekúndur að meðaltali með hvert lóð ef hann ætlar að skáka aðra. 70 kíló upp á 4 sekúndum, 85 kíló upp á 5 sekúndum. Samtals 9 og það tekur Eyþór rúmar 6 sekúndur að klára 100 kílóa lóðið. Það síðasta 110 kíló, það þarf að fara upp með tilhlaupi og tverr það á rúmum 7 sekúndum. Eyþór klárar rétt rúmum 23 og vinnur þar með 3. grein. Ég vil meina þetta sé í sólglerunum, hann var ekki með þau. Já, það er leikið þar. Já. Þetta er bara sjónarmunur. Já, þetta var geggjað, klikkaði ekki þetta. Góður dagur hjá þér. Já, mjög. Svo, fyrir sáttur á kottan. Eyþór sigrar, Ari er annar, Kristján Sindri 3. og Stefán Karel 4. Sigfús er 5. Eyþór lýkur fyrir í keppnisdegi með 29 stig og einstigs fórust á Ara, sigurvegara mótsins síðustu 5 ár. Kristján Sindri er 3. með 23,5, Stefán og Sigfús eru næstum jafnir í 4. og 5. sæti. Djúpalónssandur er í Snæfellsbæ, skammt frá Dritvík. Héðan var áður róið og þótti reimt. Margir trúa á góða krafta í steinvöllum af Djúpalónssandi. Þar eru steinarnir fullsterkur, hálfdrættingur og amlóði, 155, 149 og 23 kíló. Í starfs- og fylgdarliði Vestfjarðavíkingsins eru 3 hraustir bræður, þeir Aðalsteinn Grétar, Ævar Örn og Þorbergur Guðmundssynir. Þeir reyna hér við þessa gamalkunnu steina sem Þorbergur lyftir að lokum öllum. Sigfús Fossdal kynnti steinunum í fyrra. Ég hafði það ekki alla, ég verði að viðurkenna það. Þeir voru aðeins rakir og við vorum nýbúnir að keyra norðan og fara á í Húsafell fyrst og annað. En ég þarf að geta það ofan í mig að ég á það ekki. Ég held að þessi eigi það hins vegar. Það sé Brúnó, áttu þá? Ég lyfti mig, ég lyfti. Það er samt 7 ár síðan eða eitthvað. Þessi síðasti steinn er, já, hann er erfiður. Út af því að hann er svo asnalega sniðinn, skilur, og þú verður að snúa honum það rétt að hann detti til þín, sko. Og þá er ekkert mál að lyfta honum. En þú lyftur honum ekki þegar hann er að velta frá þér, sko, það er bara ekki séns.
Menn sem tóku þennan stóra stein, þeir hafa nú alveg verið færir að vinna fyrir hlut sínum. Já, ég nú að segja það. Mér finnst þetta bara léttur steinn í dag, sko. Og heimsmælikvarða er þetta bara djók, sko. En þetta er ágætt fyrir vegfarendur að koma hérna og sprauta sig. Þeir geta verið heimglaðir ef þeir gera þetta. Ég myndi segja að fyrir almenning sé þetta helviti gott. 150 kíló, þetta er bara meðal kriflingur. Sigfús, þú ert hér með titlaður vegfarandi. Ég sagði þetta ekki. Þetta var ekki ég. Þú ert með ökuskírteini. Vestfjarðavíkingurinn heldur áfram í Snæfellsbæ. Við erum í Ólafsvík. Hér á að draga bíl. Bílinn er hálft 3 tonn og Magnúsi Ver fannst hann heldur léttur, svo hann lætur kappan að draga upp í móti. Við sjáum hvernig það gengur. Strandamanninum Tómasi Jóhannssoni gekk illa í gær, en nú er komið að honum. Hann dregur jafnt, heldur hraðanum. Þetta er tækni og hraðagrein. Vöðvamiklir menn mega vara sig. Stórir vöðvar þurfa mikið súrefni. En hér er allt annar strandamaður en í gær. Tómas skilar bílnum sína leið á 47,5 sekúndur. Þetta hafðist. Þetta er fín grein fyrir mig, þannig að ég er búinn að æfa þetta vel. Þungt? Nei, skýtlega. Vona tíminn sé hagstæður og ég kræki mér í nokkuð góð stiðina. Ertu sæll og glaður í dag? Svo hrikalega vel hérna á Hellisandi. Já, Ólafsvík núna. Og þarna, þetta eru góð dagur í dag. Guðmundur H. Aðalsteinsson tekur fast í og nær strax góðri hrynjandi. Eldfljótur fram á kaðalinn og nýtir fæturna. Bíllinn er komin að blúsandi ferð. Lokakaflinn er erfiður í tvennum stílningi, en þreytast og síðast er brautin hvað bröttust. Það er spurning hversu vel þessar greipar halda. Jú, takk, bara vel. Húsvíkingurinn er besta tíma til þessa, rúmum 40 sekúndur. Þetta var grein sem ég beði eftir. Ég er góður í þessu. Hafið þið gaman að þessu? Mjög. Þetta er mjög góð grein. Búin að æfa þetta vel? Já, svolítið. Og við æfðum alltaf í brekku. Sem var enda bara út af aðstöðum, en það kom sér vel núna. Andri Backmann er léttastur keppenda, 117 kíló. Það kemur sér vel hér, en bara ef menn hafa svona sterkar krumlur. Hraðinn eykst jafnt og þétt. Þetta er glæsilegt. Hendurnar færast hratt fram á bandið og svo er læst. Það hægist heldur á lokametrunum og þyngist, en Andri stenst prófið, hann tekur forystu, er rétt 35 sekúndur. Ég hef ekki getið gert þetta mikið betur sjálfur. Jú, eða ekki. Nei, þetta ekki heldur bara ágætlega. Þú er bara frískur. Já, en ég er nú alveg að teipast í hendina þetta, sko. En ég held áfram. Já, grætur ekki? Nei, bara halda fram að þér. Stefán Karel Torfason hefur unun af þessu, rétt eins og pappans Torfi Ólafsson að sinni tíð. Þennan pilt ber að taka alvarlega. Hér fara saman áhugi, sneppa og skerpa, hæð, fimi, metnaður og vaxandi reynsla. Útkoman er bíldráttur í 9 hæðum, hraðar, lengra, sterkar, glæsilega gert og Stefán tekur forystu, er 32 sekúndur, faðir hans er kátur. Já, ég er mjög sáttur. Dagurinn í gær var þokkalegur. Í dag þá toppum við þetta og komum okkur á pall. Kristján Sindri Níelsson má ekkert gefa eftir. Hans og Stefáns er baráttan 3. sætið. En Kristján finnur mikið til í umlið eftir keppnina í gær. Hann hefur líka mikla og stóra vöðva sem þurfa mikið súrefni í áköfum átökum eins og þessum. Þetta gengur vel framan af, en síðasti kaflinn verður mjög erfiður og tíminn er rúmar 43 sekúndur. Þetta náður að þessi lag fyrir eftirmiðdaginn? Það er bara komið ljós, hann er stöpp bólgi núna og kastið eftir verið lægi en það fyrir eins og það fyrir, en þetta var dýrt fyrir mig. En þetta er bara, svona er þetta, partur af þessu. Það verst ekki fyrir Ara Gunnarsson í Vestfjarðavíkingi að koma þessu dóti á urrandi ferð og nú er að færa fljótt. En það getur tekið toll af stórum vöðvum og tiltækum súrefnisbirgðum. Allt í einu næst ekki lengur almennilegt grip. Í lokin verður allt fast. Þetta er þyngra en tárum taki að horfa á og tekur rúma 61 sekúndur sem er ekki góður tími. Þungt högg fyrir Ara. Hann byrja ágætlega og náðum að ágæta ferð, sko. En svo hafði bara ekki grip á kaðalinn. Hann ef Eyþór næði góðu púlum núna, þá er hann búinn sigur 100%. En hann náði líka fyllilega skildi. Búinn að eiga gott mót og ég var bara lélega þessa grein og
Svona er þetta. En þú ert nú ekki hætt? Nei, ég sjálfs ekki. Sjáum hvað hann gerir núna. Getur vel verið að hann pumpist upp. En vonum að gera ekki. Eyþór Ingólfsson melst að veita hann á góða möguleika á efsta sæti þessu magnaða móti. Hann er snarpur en má ekki sprengja sig. Bíllinn er á fínum hraða. En lokakaflinn er erfiður. Eyþór má hafa sig allan við. Hann leggur allt undir. Koma svo. Hér er engin uppgjöf. 38,8 sekúndur og þriðja sæti. Þetta er skref hjá þér í baráttunni við Ara efsta sæti? Já, ég græddi einhver stig á þannig að hún gekk ekki vel. Ég átti fínan tíma. En Stefán Karel, hann tók þetta? Já, hann var hrikalega hraður, stóð sér vel. Þú varst orðið smá möguleika að bara vinna þetta? Já, það getur allt gerst samt. Þetta getur ennþá farið á báða bóga. Stefán Karel sigrar í bíldrættinum. Andri Backmann er annar, Eyþór þriðji en Ari er áttundi. Það eru 2 greinar eftir. Eyþór hefur 6 stiga forskot. Ari, Stefán og Kristján Sindri eru næstum jafnir þar á eftir. Sveitarfélagið Snæfellsbær varð til fyrir rúmum aldarfjórðungi við sameiningu sveitarfélaga vestast á Snæfellsnesi frá Búlandshöfða að norðan, austur undir vegamót að sunnan. Hér eru þéttbýlisstaðir Ólafsvík, Hellissandur, Rif, Hellnar og Arnarstapi og sveitir eins og Staðarsveit og Fróðárhreppur. Íbúar eru tæplega 1800 og fækkar ekki lengur, tökk sér tæknivæðing og fleiru, segir bæjarstjórinn. Þjónustan gengur vel þó hagsmunir séu ólíkir í stóru og ólíku sveitarfélagi. Það er það mikið samtakamáttur hjá okkur og við reynum að passa það að við erum bæði að þjóna þéttbýlinu og dreifbýlinu, reynum að byggja upp allstaðar. Erum til dæmis í ferðaþjónustunni, þannig að hún byggist miklu meira upp í dreifbýlinu og hún er mjög öflug þar. Hún hefur eflast í þéttbýlinu, þannig að þetta hjálpast alltaf. Það tekur eftir í hvað allt er snyrtilegt hér slóður, mikið af merkingum og auðvelt að finna hvert maður er að fara. Hafið þið gert sérstakt átak í þessu? Já, þetta hefur eiginlega verið okkar sletta misjón að hafa allt rosalega snyrtilegt, passa það að gera betur í ár en við gerðum á síðasta ári. Við höfum farið í átak í merkingum, áningastaða og þetta er unnið mjög skipulega hjá okkur og við erum mjög stolt af því og ég er sérstaklega ánægður að þú skuli segja þetta og tekið eftir hvað er allt snyrtilegt því að það er mikil metnaður hjá okkur að reyna að gera það eins vel og við getum. Nú erum við með Vestfjarðavíkingi hérna. Hvernig er tengingin ykkar hér í Snæfellsbæ við Vestfirði? Það er nú bara augljóst þegar þú horfir hérna yfir, það er Breiðafjörðurinn og við erum í miklu samstarfi með Vestfirðingum af því að við erum með verndun Breiðafjarðar, þannig að það er sameiginlegt verkefni okkar þeirra sem búa hérna norðanmegin og sunnanmegin, svo er ég sjálfur náttúrulega Vestfirðingur. Vestfirðingum líður vel hérna sunnanvið? Já, ég segi það alltaf, ef ég sé sjóinn þá er ég sáttur. Sólin blessar Vestfjarðavíkinginn og alla aðra í Stykkishólmi á þessum fallega degi. Hér er næst síðasta grein Vestfjarðavíkings 2020 fyrir framan gömlu kirkjuna við hliðina á Ráðhúsi þeirra heimamanna. Hér er pokakast. Þetta var löngum kallað kútakast en nú kasta menn pokum og það eru 6 þyngdir á þeim, föst hæð 4,35 og auðvitað vinnur sá sem að kastar hæst og lengst. Léttasti pokinn er 18 kíló. Guðmundur H. Aðalsteinsson kastar honum léttilega yfir en það verður þó að duga í dag. Hrafnkell Ívarsson tekur hér á næsta poka sem er 20 kíló. Þetta tekst vel en Hrafnkell kennir sér meins á brjósti eftir undangengin átök og kastar ekki meir. Sigfús Fossdal kastar næst. Hann kastar þessum poka naumlega yfir en það er alveg nóg. Birgir Gunnarsson er með 20 kíló. Þetta er örugt kast og lítur vel út. Tómas Jóhannsson er búinn með 18 kílóa pokan og þessi fer líka glæsilega yfir. Léttustu pokarnir 2 eru svipaður og kúturinn var áður og eftir það skilur leiðir með köppum. Næsti pokinn 24 kíló, aðeins helmingurinn er honum yfir. Kristján Sindri er eitt þeirra þrátt fyrir úlnliðsmeiðslin. Eyþór Ingólfsson Melsteð er öflugur í þessari grein og 24 kílóin svífa hátt yfir hjá honum.
Andri Bachmann ræður yfir mikilli tækni í mörgum greinum. Þrátt fyrir ýmislegt mótlæti hrasar hann ekki þessa hæð og fagnar vel. Stefán Karel byggður fyrir þetta, langir armar, mikil sveifla og fullt sjálfstraust sem eflist með hverri grein. Glæsilegt. Ari Gunnarsson hefur borið höfuð og herðar yfir flesta aðra í þessari grein árabil. 50 og næst síðasti pokinn 28 kíló. Þá það Eyþór, þetta farið að þyngjast. Sveiflar og líka yfir. Og nú reynir á Stefán Karel. Ætlar hann að fylgja þessum tveimur sem berjast titilinn eða falla út með hinum. Sveiflan löng og getur ekki verið annað. Yfir fer pokinn. Og þá eru 3 eftir, 32 kíló, þyngsti pokinn Ari byrjar. 1, 2 og, svífur yfir. Það spenna í lofti. Ari verður að vinna þessa grein til að eiga raunhæfa möguleika á að verja titilinn. Eyþór heldur honum áfram í spennutreyjunni og kastar nú aftur alla leið. Og þá það Eyfirðingurinn ungi sem samt á heimavelli hér í Hólminum. Nær hann 32 kíló á pokanum yfir? Já! Það búið að hækka rána í 4,5 metra. Þyngsta pokanum 32 kílóum áframkastað. Ari. Þetta glæsilegt og nú runnin móður á kappann. Eyþór veit hvað undir. Það væri hans besti árangur í þessari grein að ná þessu. Upp og alla leið. Stefán Karel reynir við sama. Hann búinn að undirstrika stöðu sína. Og nei, þetta munar bara millimetrum, en glæsileg frammistaða hjá honum, hann 3. Takk, Stykkishólmur. En hækkað, nú eru 4,65 metrar, þetta hlýtur að fara að taka enda. En Ari ekkert að hugsa það og hann kastar pokanum sína leið. Eyþór fær það erfiða verkefni að elta hann í þessu, þetta ekki auðvelt viðfangsefni. En Eyþór hefur sýnt óstöðvandi yfirvegun og einbeitingu á þessu mótu og sjáðu þið bara, já hérna, 4,65. Það nálgast 5 metra, 4,80. Ari Gunnarsson, já, þvílíkt kast. Það nógu hátt, en fer bara ekki yfir. Eyþór reynir líka, en hann búinn að fara fram úr sér tvisvar og það hefur tekið sína orku. Þetta gengur ekki. Kapparnir eru jafnir. Þetta gekk vonum framar. Bjóstu því að Ari ætti að hafa mig. Ég búinn að vera að bæta mig mikið í þessari grein. Og nú voru þið jafnir, þannig að það sama staða. Já, ennþá 6 stiga og þá svona ég þarf að gera svolítið góð mistök ef ég ætla að klúra þessu núna. Þetta nú ekki smá titil, víkingahatturinn maður. Það væri mjög gaman að hafa hann upp á hillu heima. Og hann hefur einhver 6 stiga á mig núna, þannig að þetta búið, ekki nema að gerist ekki allt svakalegt í seinstu greininni, sko. Við vorum bara mikið saman og ég vissi fyrir Víkinginn að þetta yrði mjög mikil og erfið barátta, því að við vitum styrkleika og veikleika hvers annars. Og það bara gaman að sjá alla bætingarnar og hvert það skilur núna. Og hann eftir nokkur að vera heimsmælikvarða, alveg 100%. Hans veg fyrir að byrja og mín enda í sporti. Já, ég enda staddur í 3. setinu, þannig að síðasta greinin hérna niður á bryggju verður voða spennandi. Jafnvel ég náði öðru setinu af Ara ef hann ekki að hlaupa. Já, það möguleiki. Já, ég held að séu bara 2 stig á milli okkar. Þannig að eins og sér hann svolítið hræddur núna. Ari og Eyþór eru jafnir í 1. sæti í 5. og næst síðustu grein. Stefán Karel 3. og þeir Kristján Sindri og Andri Bachmann jafnir 4. Eyþór hefur nú 6 stiga forskot á Ara í efsta sæti og hefur pálmann í höndum. En 3 fyrstu geta enn unnið tölfræðilega. Það verður að klára þetta mót. Stefán Karel 3. loka greinin framundan. Stykkishólmur vinsæll ferðamannastaður og ferðamenn, einkum íslenskir, eru allan bæ. Öll gistirými eru upptekin og tjaldstæðin líka. Það sól og blíða í Hólminum í sumar. Heimamenn hafa raunar skráð veðurathuganir lengst allra á Íslandi eða í 174 ár. Júnímánuður síðastliðinn 25. heitasti mánuðurinn frá upphafi mælinga hér á Íslandi þá, hérna í Stykkishólmi. Þannig þetta vitum við. Þetta vitum við, sko. Það fallegt að litast í sólinni. Yngri og eldri hús skarta sínu fegursta. Hólmarar voru með fyrstu mönnum hér á landi til að endurgera gömul hús. Við erum með yfir 1200 manns í dag. Okkur hefur fjölgað um 100 manns á 4-5 árum og
En hins vegar hefur íbúasamsetningi breyst aðeins því að hérna að flytja mikið ungt fólk aftur heim, bæði nýtt fólk eða síðan líka fólk að flytja heim. Flóabáturinn Baldur flytur fólk fram og tilbaka og fisk af Vestfjörðum og suður yfir Breiðafjörð, þá miklu matarkistu sem tengir saman Snæfellsnes, Dali og Vestfirði. Veitingastæðin hér eru með matinn beint úr Breiðafirði og þetta er náttúrulega náttúruparadís sem er hérna bara í bakarunum hjá okkur sem er náttúrulega bara forréttindi að búa við. Nú þú hér bráðungur bæjarstjóri, uppalinn hér fram á og næstum yfir unglingsár og komin heim aftur. Hvernig er þetta? Tilfinningin er svolítið þakklæti og mér þykir alveg afskaplega vænt að vera hérna og starfa fyrir alla hólmara hérna í Stykkishólmi. Lokagrein í Vestfjarðavíkingi 2020 hér í Stykkishólmi. Mikil spenna í lofti. Vinnur Ari í 7. sinn eða verður krýndur nýr Vestfjarðavíkingur? Við sjáum það hér á eftir. Magnús Ver stendur fyrir blandaðri grein. Þetta er blanda af bændagöngu, andagöngu og bryggjupóllaburði. Hrafnkell Ívarsson er til vinstri, Tómas Jóhannsson til hægri og hann hreinlega brunar af stað með 130 kíló í hvorri hönd. Hrafnkell finnur verk fyrir brjósti og hættir. Tómas lýkur bændagöngunni en næst er að kjaga með bunka af lóðum milli fóta. Þetta er svo nefnt andaganga eða gæsagangur. Tómas nær að ljúka göngunni sem er nú bara vel að verki verið. Við höldum að ég hef mögulega bráka rifbein í gær þegar ég var að lyfta steininum. Það er ekkert alvarlegt og lítið í því að gera. En vont? Bara ef ég anda og hreyfi mig. Hvernig líður þér eftir þetta? Það var löng helgi, mjög ánægður, gott veður, góðu skapi og bara get ekki beðið eftir að fara og æfa þessar greinar og gera enn betur næst. Það er eitthvað skemmtilegt við svona tímagreinar og lengd og svona, það er skemmtilegt að horfa á. Hvernig hefur það? Þokkalegur, dagur 2 er búinn að fara mjög vel með mig og þarna ég fer ánægður heim. Guðmundur H. Aðalsteinsson er vinstramegin og Birgir Guðnarsson hægramegin. Þeir renna nokkuð létt á bandagöngu 15 metra langa brautina. Birgir er komin aðeins á undan í lok bændagöngunar og leggur þá í gæsa eða andagöngu með 190 kíló af lóðum. Það þarf mikla krafta að komast almennilega áfram í þessu. Birgir nær að ljúka göngun og er lagður af stað með bryggjupollan þegar flautan gellur og tíminn er búinn. Hvað er verstaður? Síðasti pollinn. Hann alveg slátur á manni bakinu. En ég hef aldrei loft á hann fyrir núna. Út af svona bakmæslum. Og hérna, hvernig ertu þá? Ertu bara ekki sæmilega sáttur á lokum það? Jú, þetta gekk vonum framar. Þannig að þú ert klár í næsta Víking? Já. Þá dreg ég Ara með mér. Hann dró mig með núna. Hvernig ertu þá stemmdur eftir þetta allt saman? Ertu sáttur? Það er bara allt og langt í næsta Víking. Allt og langt í næsta mót? Allt og langt í næsta mót. Hvað gera með þá? Bara æfa. Æfa mikið, æfa vel og allt áfram. Það smá hitnar í kolum. Andri Backmann til vinstri, Sigfús Forsdal til hægri. Þeir fara hratt í bandagöngu, báðir vanir menn. En Sigfús þreytist í lokin á meðan Andri færist allur í aukana. Hann brunar áfram með 260 kíló í höndunum og Sigfús fer ágætlega áfram líka. En svo sjáum við nýja útgáfað andagöngu þar sem Andri geysist áfram. Sigfús finnur að ganga dagsins er ekki slík ganga. Andri flýgur í bryggjupollunni, þetta er ótrúlegt. Pollin er 140 kíló, Andri armlangur, já hérna, rúmar 96 sekúndur. Ég alveg bara herði út, alveg gjörsamlega sko. Rakstu nokkuð höfuð í? Nei, þetta var bara svo mikil átök að hausinn á mér er að springa bara sko. Þetta er að koma. Hægt rólega. Þú búinn að sýna þeim hvernig á að gera þetta? Já, akkurat. Ég ætlaði að klára bóndagöngun og sjá hvernig það væri að halda áfram og ég tók upp kjag járnið og ætlaði að fara af stað. Fann ég bara þetta væri ekki áhættunarvirði að halda áfram. En það er ótrúlega gaman þó maður fari svektur kannski heim með lokastöðuna að horfa á næstu kynslóð afbrunamanna að koma upp.
Næstsíðasti spretturinn sker úr 3. sæti á mótinu og kannski fleira. Kristján Sindri hægra megin, Stefán Karel vinstra megin. Hann 3. með 2 stiga forskot á Kristján fyrir greinina. Kristján Sindri byrjar með miklum látum, á undan í bændagöngun og leggur af stað með lóðin. En á meðan hann þarf eins og flestir aðrir hingað til að leggja þau niður á milli þá kjagar Stefán flestum betur og sígur fram úr. Kristján Sindri skilar lóðunum síðir en þá Stefán Karel lagður af stað með bryggjupollan. En hefur aðeins 1 klárað greinina en Stefán ætlar að gera betur og gerir það, hann rennur skeiðið á rétt rúmri mínútu. Fyrstur og það bara heilmikið eftir á þér. Ég segi nú ekki heilmikið en það mögulega ekki að eitthvað smá í viðbót. En eins og þessi polli af djöflam gerð. Eitt víst að þeim þykir vænt um þig hér í Hólminu. Já, ég var hér í 5 ár, spilaði körfubolta, vann hér í grunnskólanum. Þannig ég þekki flest börnin hérna og foreldrana og það gott að koma heim. Ég geng frá þessu bara sáttur. Þetta var bara jöfn, drengileg og hörð keppni. Já, þetta var alveg bara til allra endan en betri maður sigra núna, þannig að bara verðskulda það. Það rýkur að þessum köppum, spennan í lofti og freistandi að vitna í meistara Einar Benediktsson í kvæðinu Fákar. Í morgun ljóman lagt af stað og brúnirnar þyngjast þeir harðna á hvarm. Þessir eru báðir gæðingar og nú ráðast úrslitin. Ari Gunnarsson vinstra megin, Eyþór Ingólfsson Melsteð hægra megin. Eyþór fljótari með kútana, Ari með lóðin. Það skilur með þeim köppum með pollan. Þó hann sé 50 kílóum léttar en lóðin hann erfiður á að halda. Ari brunar í mark og nær bestum tíma tæpum 55 sekúndum. Eyþór eiginlega orðinn stopp með pollan en hættir ekki og kemur honum í mark. Það tryggir honum 4. sæti í greininni og víkingahjálminn. Nýji Vestfjarðavíkingurinn búinn að ná andanum? Já, heldur betur. Og þetta léttir andan? Já. Ég sagði þetta á seinasta Víking. Það að vera víkingur í ár, stóð við það. Til hamingju. Takk. Og líka með að standa við stóru orðin. Já, takk fyrir það. Takk. Hvað að baki þessu? Þú ert búinn að vinna í þessu árum saman. Já. Þetta bara stanslaus áralöng vinna. Ekkert sportörgla sem krefst jafn mikil samanni, sko. Maður endaði með stæl og það hafðist. Vel gert. Já, takk fyrir það. Hrikalega erfingarinn og eftir svona erfitt mót líka bara. Ari sigraði í lokagreininni. Stefán Karel varð annar, Andri Backmann 3. og Eyþór Ingólfsson Melsteð 4. Eyþór sigrar í stigakeppninu og Vestfjarðavíkingur í fyrsta sinn. Ari annar, Stefán Karel öruggur 3. Kristján Sindri 4. Andri Backmann stekkur glæsileg upp í 5. sæti með ótrúlegum endaspretti. Einn af mestu afreksmönnum kraftaíþrótta fyrr og síðar, Magnús Sveinn Magnússon, sem líka mótshaldari, aðstoðar Jakob bæjarstjóra í Stykkishólmi, sem afhendir nýjum Vestfjarðavíkingi og öðrum köppum verðlaun. Mögnuðu afburðunarmóti lokið, leiknum hætt þá hæst hann stendur. Kapparnir eru glaðir að leikslokum og samgleðjast nýjum Vestfjarðavíkingi sem svo sannarlega vel að þessum sigri kominn. Og þar með sláum við botn í Vestfjarðavíkingin 2020. Keppnin verður á sínum stað árið 2021. Verið sæl.